Komiði sæl og velkomin í kosningaklefan. Nú skulum við heyra hvað flokkarnir hafa að segja. Gefum Silju og gestum hennar orðið. Komiði sæl, klefinn hlaðvarp með fókus á íþróttir og því bauð ég flokkunum að koma og fara aðeins yfir íþróttatengt málefni og til að ræða framtíð íþrótta á Íslandi. Þátturinn í boði samstarfsaðila klefans, Auður, Hafið fiskverslun, Lemon og Nutrilink. Nú Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir frá Sjálfstæðisflokknum sest hjá mér, vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Ég bara takk fyrir að gefa þér tíma, ég veit að það sko brjálað að gera hjá þér. Já, núna eru 25 dagar í kosningar og þetta eru mjög þéttir dagar, en ég held að sé líka ágætt að kosningabaráttan sé svona stutt og snörp, bæði fyrir þjóðina og ekkert endilega verra fyrir okkur, þó að maður myndi alveg vilja lengri tíma í eitthvað svona, en ég held bara að samtali verði þeim mun svona beinskittara og meira svona kannski skýrara hvert við viljum fara. Já, svona straight to the point. Já, vonað að veri minni fróða. Í svona stuttri baráttu. Ok, ég fíla það. En byrju, ekki rétt hjá mér að við erum að kjósa afmælistaginn? Jú, 30. nóvember. Já. Þannig að ég er að nota þetta svona gagnvart fólki sem efins. Getur kannski að gefa mér það í afmælisgjöf. Það halda bara eitthvað svona partí. Bara afmælisgjöf óskalistanum Einmitt, nákvæmlega. En mér langar svona aðeins að opna þetta á, þú veist, innan gæðislega bara hraðaspurningum, bara til þess að kynnast þér. Já. Af hverju Sjálfstæðisflokkurinn? Af því að stefnans höfðaði til mín þegar ég var yngri og það var vinstristjórn í landinu og ég var ósammála mörgu sem var verið að gera og þá áttaði ég mig á því að ég hafði frekar sterkar pólitískar skoðanir og þetta var stutt eftir hrun, ég var tvítugt í Versló og var svona áttaði mig á því að ég hafði mikinn áhuga á samfélaginu og svona grunngildi Sjálfstæðisflokksins höfðu mikið til mín frelsi einstaklingsins og það að ríkið eigi ekki að stýra eða stjórna megin dráttum í lífi fólks, heldur að fólk sé bara til þess fallið sjálft og að einstaklingsframtak og svona, þú veist, hvort sem þú stofnar fyrirtæki, þú veist, hlaðvarp, hvað sem þú ert að gera, það er það sem drífur samfélagið áfram, en ekki ríkið, heldur eigum við að búa til umhverfið og styðja að hlutir sem fólk vil að verða veruleika gerist og það er svona sá grunnur sem heillaði mig og þess vegna held ég að ég seti rosalega vel í mér gagnvart því að vera í stórum flokki sem líka tekst á sumar hluti og ég er ekkert sammála öllu sem flokkurinn hefur gert í þessi 90 eitthvað ár sem hann hefur verið til en það er líka allt í lagi að því að ég veit líka að maður sveiflast ekki þá með almenningsálitinu hverju sinni heldur stendur með sinni sannfæringu og ég er svona búin að átta mig á því hvað það hefur verið mikilvægt núna því ég er búin að vera 8 ára á þingi að ég hef staðið með mína sannfæringu þó að stundum það sé erfitt og kannski er það komið í tísku í dag og fleiri komnir á vagnin en þá er gott að hafa alltaf staðið með síni sannfæringu en ekki allt hvað var vinsælt hverju sinni. Þetta var hörku sölurræða. Ég var að reyna að gera þetta hratt, það sem þú sagði þetta verið hraðaspurning. Herðu, og hvar ólstu upp? Ég ólst upp fyrst í Vesturbænum og svo aðalega í Ártúnsholtinu og Árbænum. Þannig að ég fór í Ártúnsskóla og Árbæskóla. Og er svona úr því hverfi megin til. Megin til. Og með hvað íslensku íþróttafélagi heldur? Það er eiginlega mér lélegt hvað þetta er erfitt svar hjá mér. Ég hugsaði þegar þú varst að segja þetta. Ég er ég styð Fylki en ég hef aldrei æft með Fylki. Besta vinkona mín í grunnskóla, ein af þeim var Karen Knútsdóttir og hún dró mig alltaf í strætó og æfingar niður í Fram. Þannig að við fórum þangað að æfa handbolta þó að ég engin önnur tengsl við Fram en þá æfði ég með Fram og hef haldið með Karen Knútsdóttir í handbolta síðan og gerir það ennþá en hún hefur svo sem haldið sig í bláa liðinu og það henda mér vel að halda með Núbí í Valskverfinu og búin að gera það nokkuð lengi og og svo í fjölskyldunum minni Magnús Óli sem spilar þar handbolta. Hann er fjölskyldin hann er með frænku minni, náskyldur frænku minni. Já, hann náttúrulega ólst upp hér, sko. Já, hann er nefnilega hafyrðingur. Já, ég hef passað hann. Þannig að stundum hef ég svona einfalda líf mitt og sagt ég held með Magnús, Óla og Karen. En sumir segja það sem ég er lélegt þegar maður er að halda bara með einu íþróttafélagi og með ekki vera svona fluid, en svo er ég þingmaður Reykvíkinga. Þannig að mér finnst bara mjög gott að halda með Fram, Val og Fylki.
Ok. Svo var Fylkir að detta niður deild, þannig að nú get ég haft, þú veist, eitt lið í hverri deild og eitthvað svona, þannig að, Þetta bara veisla. mér finnst mér gaman að íþróttum, en ég kannski, af því að ég var bara í hesta íþróttum aðalega sem krakki Já. og þess vegna kannski átti ég ekki svona sterk bönd við eitt íþróttafélag. Ok, ég ætlaði að spyrja hvaða íþróttir aðrir, þannig að þú hefur verið í handbolta á Það hestum. var í handboltahestum, já. Það var svona dagstaglegu íþróttir þetta mínar. Og næsta spurning er hvaða íþrótt fylgistu helst með, það er það handbolti. Já, ég mæti á, af því sem ég svona fylgist mest með, þá er það handbolti. Já. Mér finnst mjög gaman af handbolta. Já. Og og ég, Action. já, ég ætla á landsleik á morgun og svo Býtu, hvað er landsleikur á morgun? er ekki Ísland-Bosnía. Já. Jú. Já. Jú, kallarnir í landsleikur á morgun og svo er körfubolta leikur hjá konunum á fimmtudaginn. Já, það er nóg að vera nefnilega. Það er nóg að vera. Hver myndi þú segja væri besta forvörn ungs fólks? Ég myndi segja að það veri íþróttir og félagsskapur. Yes, sir. Herðum, ok, en það eru sem sagt nokkuð málefni sem að mér langar svona aðeins að fara yfir og við byrjum á því fyrsta sem að kannski, mér finnst snúið en það er fjármagnið mitt í íþróttum og æskulismálum. Og þú veist, núna í október þá áttum við Evrópumeistara í 5 leikum í fullorðinsflokki sem seldi klósettpapír til að komast á mótið og þú veist, ég veit að mikið rætt listamannalaun og sem er frábært fyrir listafólkið, en hvað segir þú, er ekki komin tíma á íþróttamannalaun? Jú, ég held að það sé komin tíma á það að við gerum íþróttum almennt herrendur höfðu í forgangsröðun fjármuna. Og ég hef aðeins verið að skoða þetta því að ég hef mikinn áhuga á því að við gerum betur á þessu sviði, af því að mér finnst við hafa svo ótrúlega svona mikið potensial til þess að skara fram úr, við höfum sýnt það, við höfum einhvern veginn svona hugafar Íslendinga hjálpar okkur mjög mikið gagnvart því hvað við höfum staðið okkur vel í íþróttum þegar við keppum við aðra þjóðir og þetta skiptir Ísland máli á svo marga vegu. Hvort sem það er sko gagnvart börnum og forvörnum og lýðheilsu, gagnvart því hvernig landið kemur út á við, hvernig heilsa Íslendinga sé til lengri tíma og svo getur maður lengi talað áfram. Þannig að ég held að við höfum forgangsrað aðeins vitlaust í gegnum tíðina. Þegar mann ber okkur saman við önnur lönd, að þá sé ég samt að við erum að verja meiri fjármunum í menningar, íþrótta og trúmál sem eru oft svona flokkað saman, heldur en önnur lönd af verðgreiðslanframleiðslu sem eru eitthvað svona þegar við berum okkur saman við Norðurlöndin til dæmis. En þegar maður skoðar það síðan skiptingun á því, þá er skiptingin okkar miklu verri. Þar koma íþróttirnar miklu verri út og við höfum ekki byggt upp nógu skýran stuðning við afreksfólk, við landsliðsfólkið okkar og svo kannski svona utanumhald íþróttastarfs er orðið meira krefjandi í dag en áður. Við höfum samt núna sett skýra afreksstefnu sem ég er rosalega glöð með undir forystu Vésteins og ég og hefum svona verið að forgangsraða, nú eru auka 400 milljónir að koma í afrekssjóð þegar við vorum síðast í íþróttamálaráðuneytinu sem er orðið talsvert mörg ár síðan að þá fjórfölduðum við afreksssjóð sem var rosa stökk þá og en ég held að við þurfum almennt að geta forgangsraðað betur í íþróttir og komið okkur svolítið saman að sko útgjöld í þetta því að ég er ekki talsmaður aukina ríkisútgjalda nema við séum búin að íhuga mjög vel hvað við erum að fá í staðinn, hvernig fjárfesting er þetta fyrir samfélagið okkar og svo framvegis. En það er einmitt bara, ég var mjög ánægð með þessa ræðu þína sko. Eitt alveg marg. En þú veist, og svo heyrum við mitt sögur af sko unga landsliðsfólkina sem að þau eru að greiða yfir 500.000 bara til að fá að keppa fyrir Ísland og auðvitað á landsliðsval að snúist hæfni íþróttafólks en í dag er það eiginlega smá forréttindastaða að þú þarft að vera góður í íþróttum og eiga efnamarga fjölskyldu. Þannig að en það er bara óboðlegt. Við verðum að tryggja í íþróttum eins annars það eru jöfn tækifæri og jöfn tækifæri snýst öðru fremur það að það hafi allir jöfn tækifæri til að blómstra á sínum eigin veruleikum en við erum ekki að jafna endilega útkomuna því síðan ertu frábæri íþróttum en að þú eigir jafn mikil tækifæri á að skara fram úr íþróttum bursi frá stöðuðinu upphaflega og það er það er áhyggjuefni að það sé ekki staðan í dag og ég vona þess vegna að ef við fylgjum afreksstefnunni sem við erum búin að setja þessi ríkisstjórn að þá getum við séð fram á svona skýrari forgangsröðun í íþróttamál. Ok, og sérðu þá fyrir þér að framlög til íþrótta og æskulýðsstarfa hækki jafnvel ennþá meira því að nú hefur sko allt hækkað í þjóðfélaginu en það er eins og sko þú veist framlögin til íþróttahreyfingarnar hafa bara staðið í stað. Já, ég held að þetta er eitt af því fáu sem ég bara segja frá
hjartarótum. Þetta eitt af því fáu sem ég mun tala fyrir og styðja að við forgangsröðum betur peningum í. Ég held að auðvitað hluti af þessu og stór hluti á ábyrgð sveitarfélaga líka. Þannig að þetta ekki bara hjá okkur sem erum í þingframboði, heldur líka hjá sveitarfélagunum og þar höfum við séð að frístundakortinu auðvitað hafa breytt mjög miklu, styðja börn til þáttöku. Líka hefur verið mikil uppbygging eins og í Kópavogi og Garðabæ í uppbyggingu íþróttamannvirkja sem skiptir auðvitað sköpun og við höfum verið mjög skýr með það sjálfstæðisflokkurinn að forgangsraða í uppbyggingu slíkra mannvirkja sem kannski er erfitt að segja sömu sögu í Reykjavík. Ég var í heimsókn í KR daginn og alveg átakanlegt að sjá aðstöðuna þar. Já, er grasi farið eða hvernig? Bara liggur við og bara aðstæðan inni og bara fyrir, var að hitta meistaraflokk KR í fótbolta, þú veist, aðstæðan fyrir börnin, þetta, ég var eiginlega smá miður mín eftir heimsóknina og þarna hefur Reykjavíkurborg bara látið reka á reiðanum. Og þrátt verið fögur loforð nú fyrir kosningabaráttuna, þá verðum að bara horfa á það hvað hefur verið gert og hvernig hefur verið forgangsröðað þegar þú hefur stjórnvölin í stærsta sveitafélaginu, hvernig forgangsröðun fyrir íþróttir í borginni bara skammarlegt. Og ég áttaði mig, ég heimsótt líka staðið sem hefur verið velgerð, það sem einhver uppbygging, en við verðum bara átt okkur á því hvað þetta stór partur af samfélagi eins og bara Vesturbærinn og hvað þetta gríðarlega mikilvægt að þessi forgangsraða frekar fjármunum. Þá ekki bara að tala ný útgjöld, heldur líka bara að við setjum íþróttirnar ofar í forgangsröðun á peningunum. Amen. Ég nefnilega Arnar Pétursson, aðlandsliðsþjálfari kvenna, þú þekkir til hans eða ekki. Hann var einhvern tíma með pistil núna í sumar sem fór yfir afrekssjóð ISI og afreksstar ríkisstjórnarinnar og það voru nokkru áhugaverðir punktar. Mér langaði svona aðeins að segja þeim að framlag ríkisins í afrekssjóði 15% af heildarkostnaði sérsambanda í afreksstarfi, það sem að dugir augljóslega enga veginn og í kjölfar eru sum sérsambönd farin að draga úr afreksstarfinu sín og fækka verkefnum og velta kostnaði einmitt yfir á fjölskyldur sem muna sjálfsögðu draga hratt úr samkeppnishæfni okkar í alþjóðlegri keppni og svo út að þú talar eins fjárlögin peningarna sem fara í þetta að afrekssjóður ISI fellur undir einmitt menning, listir, íþróttir og æskulýðsmál. Heildar útgjöld ríkisins í þennan lið eru tæpir 22 milljarðar sem skiptist í 20,3 milljarðar fara í menning og listir og af þessu þá fær Þjóðleikhúsið og Sinfóníuhljómsveitin 2 milljarða en íþróttir og æskulýðsmál fá 1,5 milljarð. Þetta svo svakaleg skekkja. Þetta kannski svona forgangsröðin sem kom mér aðeins óvart hvað verið rosalega mikil skekkja. Af því að þú veist, íþróttir og árangur þar bæði partur af svona menning okkar en líka partur af heilbrigðis málum í raun út af hversu hversu mikið forvarnagildi íþróttir hafa. Mér finnst það oft bara gleyma svolítið og En þið eru kannski ekki beint með einhverja stefnu í íþróttamálum en þið auðvitað vilja gera betur. Já, við erum nú með í frambúði núna í Reykjavík, Huldu Bjarnadóttir sem nú forseti einna stærstu íþróttahreyfingar á landinu. Við erum með öflugt íþróttafólk líka á lista og og ég hef svona viljað að við það bara út af kannski hversu stutt þetta var en viljið minn stóð til þess að kalla saman öflugt fólk sem á okkar væng stjórnmálana til svona samtals skýrari stefnu íþróttamál en við höfum verið í miklu samtali þessa hluti og þess vegna svona finnst mér ég geta algjörlega að tala skýrt vilja okkar gagnvart íþróttamálunum en höfum ekki verið að stjórna þeim lengi en hef líka gott fordæmi af þeim sveitafélögum sem við höfum stjórnað og hversu góð staða íþróttamála þar samanburði við kannski Reykjavík. Ok. Því ég nefnilega hef svolítið svona þegar ég horfa á þetta, þá ég alveg bara, þú veist, kannski íþróttahreyfingin ekki nógu góð að semja eða erum við kannski bara duglega að bjarga okkur sjálf, þú veist, við erum með sjálfboðaliða sem gangi öll störf, bara við erum á kústinum, við erum í sjoppinu og allt þetta, en svo horfum við á leikhúsin sem að, þú veist, það eru launaðir starfsmenn alltaf í öllum hlutverkum. Ég held að þetta sé mjög góð punktur, af því að það heyrist miklu hærra í hinum hlutanum af þessum fjármunum þegar á móti blæs eða aðeins dregið úr útgjöldum. Þau eru betri hagsmunaaðilar í baráttunni við stjórnvöld, algjörlega greinilega, maður finnur miklu meira fyrir þeim en íþróttahreyfingunni. Við innleiddum
og kannski aðeins líka sjálfboðaliða starfinu og svona sem gríðarlega mikilvægt auðvitað að varðveita, að þá innleitum við líka sérstaka skattalega hvata fyrir einstaklinga og fyrirtæki til að styðja við almannaheillafélög. Bæði til að styðja við félög, hvort sem það eru björgunarsveitir, ljósið eða íþróttafélög. Og þetta var kannski svona líka okkar leið til að sýna fram á það hafandi fjármálaráðuneytið en ekki íþróttamálin að skattalegi hvatar til að fólk og fyrirtæki styðji meira við íþróttafélögin. Að þetta þarf auðvitað svolítið að vera samvinnuverkefni samfélagsins. Ríkið þarf að koma, sveitarfélagið að koma, en það þarf líka fyrirtæki að styðja við afreksíþróttafólk, og koma þannig inn, og svo þetta auðvitað sjálfboðaliða þáttaka sem gríðarlega mikilvæg. Og ég hef oft velti fyrir mér, hvort sem það í björgunarsveitinni eða íþróttastarfi, hvort að við getum búið til aukna hvata til að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi á Íslandi. Ég veit að sum íþróttafélög hafa gert það með því að lækka til dæmis gjöld iðkenda, barna sjálfboðaliða og eitthvað svona. Fólk segir að það virki svona misvel, en ég held að, og ég almennt hlynt svona skattalegum hvötum og ívilnunum gagnvart því að við erum að ýta undir einhvers konar þáttöku í samfélaginu, eins og við erum með skattalega hvata fyrir fyrirtæki sem að vinna í rannsóknum og þróun, sem mjög jákvætt fyrir uppbyggingu samfélags til lengri tíma, að þá ekkert síður mikilvægt að sjálfboðaliðar, hvort sem það í björgunarsveitinni eða íþróttastarfinu, að við missum ekki úr þessa sjálfboðaliða menningu, sem gríðarlega dýrmætt, En fyrir þau sem ekki þekkja, almannaheilla, getur útskýrta á mannamáli? Almannaheillafélög sem sagt bara orð yfir félög sem eru ekki fyrirtæki, heldur eru félög sem eru að styðja ákveðin málstað eða halda utan ákveðið félagsstarf. Það að segja að þannig erum við með, krabbameinsfélagið og ljósið og öll þessi félög, einstök börn, umhyggju, bara við getum nefnt öll þessi félög sem þið sjáuð oft svona fjáraflanir fyrir, en þarna falla líka undir öll íþróttafélög. Og ég vissi það ekki. Nei, og þarna, og það það sem kannski var svolítið stór ákvörðun að gera, af því að við viljum að fólk styðji þessi félög, og við erum þá með skattafslátt ef þú styðjir félögin. Og og þetta kerfi sem búin að virka betur, við erum búin að sjá að fólk þetta gerði það verkum að fólk varði meiri fjármunum í stuðning, og maður farið auðvitað á símtölu, viltu styðja SOS eða en þarna geta íþróttafélögin líka svolítið, þau gætu nýtt þetta betur, þetta úrræði svona frekar nýtt, ég held að sé orðið 4-5 ára gamalt, sem var 5 ára gamalt kannski, og þarna gætu íþróttafélögin verið ennþá duglegir að sækja fyrirtæki og segja að þið fáið skattafslátt til að styðja okkur, fyrir að styðja okkur. Ok, áhugavert. Við þurfum að pússa þessu. Ég ekki viss að allir viti þetta. Nei, einmitt. En við förum þá í næsta punkt. Þannig að ef við skoðum þáttöku barna og unglinga í skipulagðri íþróttastarfsemi, og nú til fullt af rannsóknir sem tala jákvæð áhrif íþrótta á börn og ungmenni sem við svo sem þekkjum, en það verið að tala börninu betri líkamlega, andlega, félagslega, sofa betur, hamingjusamari, neyta minna af orkudrykkjum, nikótínpúðum og áfengi og fleira, og það eru alls konar rannsóknir þetta. Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur? Hvað geta stjórnvöld gert og hvernig getum við tryggt að öll börn hafi tækifæri til að vera með út all land og eins misjöfnu það eru? Nákvæmlega, ég held að frístundakortin voru þetta svona ákveðið skref til þess að hjálpa fólki og styðja börn að taka þátt í því íþróttastarfi sem þau hafa áhuga á. Við vorum að leggja til menntatillögur og aðgerðaáætlun í gær, sem svona stefna okkar í menntamálum, og mér finnst mjög mikilvægt að flokkar svolítið sýna á spilin hvað þeir ætla að gera, og hver sýn þeirra en ekki bara að segja við ætlum að gera betra menntakerfi, betri íþróttamál, svona svolítið almenns eðlis eins og kosningabaráttur eru stundum. Og þar setjum við inn mikilvæg þess að hreyfing sé inni á hverjum degi hjá börnum í skóla. Það punktur númer 11 hjá okkur. Punktur númer 11. Mjög ánægð með hann. Það ekki. Og hann ekki inni að ástæðulausu. Skýrsla rannsóknir á hvort sem það frá PISA eða alþjóðlegu heilbrigðisstofnuninni, að þá sýna þessar rannsóknir bara vísindalega að það eru jákvæð tengsl á milli hreyfingar og námsárangurs. Börn með reglulega hreyfingu í skólanum sýna líka betri árangur í kjarnagreinum og einbeitingu, minnkar kvíða og eykur bara almennan árangur, og það bara
svo áhugavert og mikilvægt að taka þetta svona inn í myndina varðandi umræðinu menntakerfið og svo dagstaglega hreyfingu barna, þessi jákvæðu áhrif, bæði á námsárangur, en síðan ekki síst á félagsfærni, sem skiptir þetta líka síðan miklu máli gagnvart námsárangri og bara árangri í líf og starfi. Og hreyfing, hún stuðlar ekki bara að aukinni félagsfærni, heldur minnkar streitu, kvíða og eykur þessa svona félagslega virkni. Og það þess vegna sem ég held að við þurfum að hugsa skólakerfið svona aðeins út frá þessu, hvernig komum við hreyfingu inn. Hún þarf ekki alltaf að vera brjálæslega flókin hreyfing, hún getur verið inn í skólastofunni, það getur verið partur af útikennslu, það getur verið bara uppbrot á mótnana og fleira. Og þetta skiptir líka máli bara í heildarsamhengi gagnvart lýðheilsu þjóðarinnar og hvert við erum að fara í bara stöðu heilsu þjóðarinnar. Og þannig að þetta ég er mjög stolt af þetta sé aðalpunktunum okkar í menntastefnunni. En ég held að síðan við verum að skoða hvernig íþróttafélögin til lengri tíma geta haldið betur utanum börn og hvernig sveitarfélög og ríki geta stutt betur við þetta íþróttastarf. Á einhverjum stöðum eru líka íþróttafélög orðin talsvert lítil, einingarnar eru erfiðar, við þurfum kannski að horfa til einhverja sameininga þó að það svona brjóti hjartað í sem stuðningsmönnum og annað. Og pottþétt. Þá verðum við bara að geta boðið upp á öflugra starf sem rekur sér betur. Já, en út að þú varst að tala hennan punkt þarna, ég nefnilega hef aðeins verið að spá í leikfimi eftir að Erlingur Richards, handboltaþjálfari, kom hérna til mín og hann var að koma svona með sínar vangaveltur leikfimi í skólum og þess aftar og þú ættir eiginlega svona aðeins að fletti gegnum það. En hann einmitt talar, þú veist, að í raun og veru skólinn að skila börnunum að þau æfi raun og veru tvær íþróttir. Þú veist, það náttúrulega sund og þau þurfa alltaf að tjekka í bóksi með ákveðnu hluti með það. Alveg bara, þú ert að ná ákveðni færni, en svo það leikfimi og ég svona að vinna í að skoða þetta, en ég að spá ég mitt hvort að við séum aðeins búin að sofna á verðinum þar. Takvært leikfiminni, já. Því það kannski, þú veist, nú erum við bara svolítið svona einhvern veginn að hafa ofan fyrir krökkunum, eitthvað, reyna að hreyfa okkur, en ég að þjálfa og það ótrúlega mikið hreyfifærni sem að vantar í börn og þjálfarar halda ofta þau sé að læra þetta í leikfimi og þegar við lærum þetta þar, en það ekki að skila sér, þú veist, þá ég að tala bara svona einfaldar æfingar, bara jafnvægi, kottnís, arbeigir, þú veist, það svona ég skil. Hanna að næst kíkir á leikfimina. Já, algjörlega og við setjum út þessa svona menntastefnu til umræðu, hvað margt sem við hefum geta haft hana miklu lengri og náum aldrei að taka öllu en reyndum að taka svona mörgum þáttum sem skiptir öllu máli gagnvart því að við verðum að bæta læsi barna, það bara svona grunnurinn, það neyðar ástand gagnvart því að læsi barna verður að vera betri og erum að setja alls konar aðgerðir, forgangsaðgerðum varandi það og já, það sem ég ætlaði að nefna að út af leikfiminni að þá leikfim og sund skipulagt svona 2-3 í viku að meðaltali í skólum. Svo eru þetta frímínúturnar sem eru ekki endilega ávísun á hreyfingu, en svona viðmiðið gagnvart til dæmis hreyfi þörf drengja til dæmis bara 10 mínútur á hreyfingu á hverri klukkustund. Og það mjög margar rannsóknir sína líka að það að byrja skóladag og hreyfingu hefur mjög jákvæð áhrif og þetta kannski sérstaklega líka varðandi hreyfi þörf drengja í grunnskólum þegar við erum einhvern veginn að setja þá alla í sama bóks og skiljum svo ekkert af hverju við náum ekki meira árangri. Að þá þurfum við kannski líka að horfa sérstaklega til íþrótta og hreyfinga að við erum alls ekki að mæta hreyfi þörf allra barna og ekki síst stráka. En út af talaður að lesa á þess að þá rakst ég á það líka að það einnig sýnt að börn sem koma heimilum sem ekki tölu íslenska, þau eru ólíklegri til að taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi. Ég held að sé bara hvort það var 50% og hjá stelpum ennþá minna sko. En já, þetta allavega að vera áhugavert að fylgjast með þessu. Og það líka bara svona partur af þessari svona hvernig við mætum hverju barni, fólk af erlendum uppruna á Íslandi, að við einhvern veginn höfum verið mjög upptekin af svona fallegu orðunum gagnvart því að þetta takist vel hjá okkur og engum sé mismunað og svo framvegis. Það hefur að mínum mati ýtt undir aukna mismun. Það að segja að þegar við setjum börn inn í skólakerfið
kannski ekki talandi á íslensku né ensku inn í venjulegan bekk með ennþá fleiri nemendum sem eru í sömu stöðu og bekknum og undan, bætum þessu álagi og ná kennarana átta sig á því hvar þau standa í læsi, grunnþjálfun í tungumálum og svo framvegis, að þá verða þau ennþá aftar allan tíman í staðinn fyrir að fá betri undirbúning fyrst, eins og Norðurlöndin hafa verið að gera. Finnar setja bara ekkert barn inn í grunnskólan fyrir það kann finnsku. Noregur er með þessar svona móttökudeildir eða skóla, þar sem barninu er mætt, það er athuga hver það stendur, hvort það þurfi eitthvað stuðning, sumir þurfa bara nokkra daga þar og fara svo inn í bekkinn, aðrir þurfa vikur eða mánuði jafnvel, og koma þá undirbúnari og eiga líkur á auknum árangri í menntakerfinu og aðlögunarsamfélaginu og þar að meða líklega þáttöku í íþróttum ef þau koma betur undirbúin inn í bekkinn. Já. En þetta er mjög heit kartafla því að fólk segir að þetta sé að ýta undir mismunun á meðan að kerfið í dag er að ýta undir mismununa því við sjáum það bara á tölunum að börn af erlendum uppruna er að standa sig miklu verri í skólanum og þá hljótum við að þurfa að horfa í eigin barm og koma með einhverjar nýjar lausnir. Áhugavert. Já, ég er ekki búin að skoða þetta nú vel. En bara ef við höldum áfram í grunnskólanum aðeins að út af brottfalli úr íþróttum, að þú veist, þegar það var einhver rannsókn skoðuð, ég held að vera Ána í Vogin og þá er sem sagt, þú veist, flestir æfi 8. bekk og svo fækka þeim í 9., fækka í 10. og svo þetta, þú veist, kemur menntaskólinn og þá gerir svona ýmislegt. Þú veist, er eitthvað sem að svona, þú telur að við getum gert til þess að sporna við brottfalli, þú veist, og ef við viljum að ræða frístundastyrkjan þá hefur hann náttúrulega, ég veit að sveitarfélagin sjá það, en hann hefur samt ekkert hækkað í samræmi við allar hækkanir í þjóðfélaginu. Það verður nú gaman að ýta á eftir því líka. Nákvæmlega. Varðandi brottfallið og þá held ég að það séu svona, það er mjög svona fjölþætt vandamál. Það eru margs konar atriði sem eru að gera það verkum að við erum að sjá mikið brotthvarf, sérstaklega framhaldsskóla. Eitt er bara að grunnskólinn okkar er ekki að undirbúa nemendur nægilega vel fyrir framhaldsskóla. Nei. Það er svona ákveðin grunnur. Þegar þú kemur og ræður illa við námsefnið, ert ekki að fullu læs á texta sem er grunnur fyrir að bara geta tekið þátt í samfélaginu og bara forsenda þess að bjóða upp á jöfn tækifæri er að allir séu læsir sem geta. Það er auðvitað stórbreyta. Geðheilbrigði er annað og líðan. Þar spila auðvitað íþróttir líka inn í að við ræðum ekki geðheilbrigði bara út frá sálfræðiþjónustu. Geðheilbrigði snýst svo mikið meira. Hjá börnum snýst það kannski öðru fremur en að finna tilgang. Já. Að þau finni tilgang með lífinu, þau hafa áhuga á einhverju og þar þurfum við og þar sjáum við bara bakslag eftir aðgerðirnar vegna heimsfaraldurs að ég tel að við höfum gengið til dæmis of langt gagnvart framhaldsskólanemum sér í lagi eftir bólusetningar. Þá gengum við of langt í samfélaginu öllu með aðgerðum okkar gagnvart því að þeirri hinni hættunni sem var of lítið tekin í myndina gagnvart mikilvægi félagssamskipta og geðheilsu. Og hættan var mjög ranglega metin að mínu mati svona helmingin af heimsfaraldurstímanum og það hefur áhrif og við þurfum að geta snúa þessu blaðinu og boðið upp á öflugri stuðning en hann felst bæði í geðheilbrigðisþjónustu svona hefðbundinni en hann snýst líka hvern einstakling að finna tilgang, þáttöku í íþróttastarfi og finna leik, gleði og sköpun og margt fleira. Þannig að það má ekki alveg einfalda þessi umræðu kannski. Nei, en nú er menntaskólinn styttur í 3 ár. Hver er svona þín eða ykkar skoðun á styttingu menntaskólana? Í heildarsamhengi hlutana að þá held ég að við eigum að geta boðið upp á sambærilega menntun á á jafn mörgum árum og löndin í kringum okkur. Og er það 3 ár eða? Það er bara að þú útskrifast úr stúdent 18 ára. Já. Við erum með það 19 ára ennþá, en það er allt í lagi. En markmiðið á auðvitað að vera þannig að við getum boðið upp á gott nám og löndin í kringum okkur á sama tíma af því að það ýtir bara undir samkeppnishæfni
fólks og landsins að við erum bara, og heimurinn er svo breytilegur og tæknivæddur, þú ert að keppa störf sem getur verið að vinna fyrirtæki erlendis þó þú starfir hérna á Íslandi og svo fleira, þá verður þetta geta aflaðir náms á svipuðum tíma þó að við leifum síðan aukinn sveigjanleika fyrir nemendur sem þess þurfa. Þannig að ég er ekki mótfallin styttingunni en á sama tíma held ég að við gætum haft aukinn sveigjanleika líka úr 9. bekk og upp í framhaldsskólann og að framhaldsskólinn gæti kannski haft sína námskrá ennþá sveigjanlegri þannig að hann gæti alveg boðið upp á 4 ár fyrir þá nemendur sem þurfa, sem ég veit að margir gera. Já, mér skilst að fjölbrautaskólarnir það sé kannski, þú veist, eins og íþróttafólk kannski þægilega að fara í fjölbrautaskóla heldur en Versló eða MR eða Kvennó eða eitthvað svoleiðis. Nákvæmlega, og það er alveg, sá sveigjanleiki er alveg í boði ennþá, en svo bara var þegar við vorum í 4 ára þá tóku sumir það á 5 árum og svo framvegis. En ég held að við þurfum líka að skoða áhrifin af þessu, rannsóknin er tekin líka yfir heimsfaraldur. Og það er kannski smá erfitt að leggja mat á það hvort hafði meiri áhrif. Og í svona breytingum þýðir ekki bara þétta allt námið sem var kennt á 4 árum í 3, heldur þarf að geta rætt hvaða þekkingu viljum við að nemendur hafa eftir framhaldsskólanám og forgangsraða þar aðeins líka. Mér finnst ég heyra svona áhyggjur úr íþróttasamfélaginu af styttingu menntaskólans út af því að þú veist, það er bara meira að gera hjá krökkunum og það er bara, þú veist, þau eru þá það er ekki komin enn að tölur yfir það en tilfinning fólks er að þau sé að detta úr íþróttunum en svo aftur á móti eru náttúrulega margir sem eru bara rosalega duglegir og metnaðarfullir sem að vilja klára þetta fyrr út af því þau eru kannski að leiðina út í háskóla þess aftar en svona dæmin sem að ég hef heyrt er að það eru kannski stelpur sem eru komnar í landsliði, eitthvað úlíka landsliði í handbolta eitthvað og þær náttúrulega halda áfram í skóla og íþróttum en þeir sem eru svona bara meðal sem að þyrftu bara einmitt sérstaklega kannski líka á íþrótta og hreyfinga halda, þau velja frekar skólan því að þeim finnst svo mikið álag og ég ræddi einmitt við vinkonu mín sem er íþróttakennari í fjölbrautaskóla og hún er alltaf að spyrja krakkana, þú veist, og er það ef íþróttir og það er einhverju sem hætti fyrir menntaskólan og svo er fólk að tínast bara út strax á fyrstu önninni sko, út af álagi sko. Þá þurfum við líka að geta rætt að hvernig spila íþróttir inn í skólastarfið, hvernig færðu það metið, hvernig er þáttakan, þú veist, metin af skólum, hvernig getum við búið til þannig að það séu rétti hvatar í skólakerfinu til þess að sinna íþróttum. Og það kannski er eitthvað sem við erum kannski aðeins eftir á að ræða. Já, einmitt. All right. Svo er það þjóðarhöllin og þjóðarleikvangarnir eða leikvangurinn. Nú ertu náttúrulega búið að ræða þetta fram og aftur og snúist í margar hringi og dansa hókipóki og bara, þú veist, og nú verðist þér að koma að þessu og mér skilst það sé búið að taka fyrstu skóflustunguna á þjóðarleikvangnum í Laugardalnum og búið að samþykkja þjóðarhöllina og nú bara spyrir svo sem veit ekki, þú veist, getur eitthvað breyst með nýrri ríkisstjórn? Getur það hætt við? Ég er bara áhyggjur. Það er auðvitað alltaf hægt að hætta við sko, en við höfum forgangsraðað í fjármálaáætlun, fjármunum í þetta, frekar en annað. Við erum búin að vera í mikill uppbyggingu við nýjan spítala sem er stærsta fjárfesting ríkisins, er gríðarlegi fjármunir að fara í og svo erum við að forgangsraða í þetta. Þannig að þetta eru stóru fjárfestingar okkar, þetta er skýr pólitísk ákvörðun að styðja heilbrigðiskerfið og íþróttirnar öðru fremur en annað. Við settum margt annað á frest, við settum húsnæði löggæslu og almannavarna á frest, við settum uppbyggingu við stjórnarráðið á frest og fleira. Þannig að við forgangsröðum í þetta. Eftir að skóflustungur og vinna er hafin þá tel ég ekkert viti því að stoppa það. Og held svo sem að það sé svona nokkur eining að fjármunum sé forgangsraðað í þetta og miðað við hvað þetta hefur tekið ofboðslega langan tíma þá er þetta illa afsakanlegt að fara eitthvað að fresta þessu en maður veit aldrei og ég get ekki lofað fyrir hönd annarra flokka en við forgangsröðum þessu skýrt. Ég fór bara að spáði hvort það væri búið að tryggja fjármuni, þú veist, fyrir þjóðarhöllina. Já, í fjármálaáætlun, þá er búið að því. Og síðan er þetta hægt að uppfæra hana og breyta henni, en ég óttast það ekkert mjög mikið. Nei, en vissir að við erum sem sagt ekki samkeppnishæfi Færeyjar sem er með 55.000 íbúa. Ég var alveg bara, what? Mér finnst það rosalegt, sko. Þau geta nýtt líka Danmörku í alls konar útgjöld sem við þurfum að standa af. Já. Því miður. Þarftu að koma eitthvað svona.
En við værum undir öðru ríki sem geti borgað alls konar aðra hluti fyrir okkur. Já, Nei. ok. En veðmálastarfsemi. Já, Já, mér skilst að þú sért eitthvað áhugasöm það. En þú veist, núna nýtur íþróttarhreyfingin góðsastarfsemi Geturuna og Getspá sem með einkaleyfi hér á landi og styrkja íþróttarhreyfinguna með sínum hagnaði og samkvæmt rannsóknum ekki fylgni við spilafíkn í þeim veðmálum sem boðið upp á þar. En núna virðast fullt af fyrirtækjum hér sem ekki hafa leyfi fyrir starfsemi. Hver svona skoðun ykkar á þessu? Sko, ég var dómsmálaráðherra og þar heyra undir happdrættismálin. Já. Og þetta eru mál sem hafa verið kannski svona föst milli tannan á fólki í bara áratugi. Og þróunin hefur verið að gerast mjög hratt. Það er að segja, við höfum haft ákveðnar mjög strangar reglur happdrættismál. Og fólk svona, svo eru mikil hagsmunaaðilar spilafíkla vilja loka spilakössum sem greiða auðvitað bæði í íþróttarhreyfingarnar og háskólamál. Þau hafa viljað svona netspilakort, þannig að þessir aðilar sem hafa leyfi og einkaleyfi hér á Íslandi til að starfa geti starfa á netinu líka. En síðan erum við bara að verða vitni af því sem við sögðum að myndi gerast, er að erlendar veðmálasíður eru bara orðnar mjög virkar á Íslandi og það er engin landamæri á þessum vefsíðum. Nei. Ekki frekar en á öðru sem við reynum að banna og bara gengur ekki. Þú getur, og við verum bara, og fyrir mér er þetta svona grunnur líka í hugmyndafræði að sumir þráast við og reyna að banna hluti. Í bannstefna þar sem bara hlutir í banna og svo bara tekur markaðurinn og einstaklingsframtækið yfir. Og þá er spurning, ætlar að setja það regluverk og skattleggja það og fá að því meiri hagnað innanlands til þess til dæmis að auka fjármuni í íþróttarhreyfingana eða ætlar að loka augunum gagnvart því að þetta er til staðar og fjármunirnir renna allir erlendis, ekki til Íslands, en við vitum samt að þáttaka Íslendinga í þessum veðmála síðum er gríðarlega mikil. Hvernig væri að reyna að leyfa þetta með hömlum, með skýrum lagabókstaf, þannig að þetta myndi þrífast á Íslandi undir ákveðnum formerkjum og að við fengjum fjármuni af því sem við gætum frekar þá nýtt í forvarnir við spilafíkn, stuðning fyrir þá sem þurfa á því að halda, sem og einmitt til dæmis almannaheilla félög og íþróttastarfsemi. Mér finnst það vænlegri leið, enda er ég þeirra skoðunar í pólitík að vera á hægri væng stjórnmálana þar sem ég hef almennt ekki trú á neinni bannstefnu. Ok, maður heyrir einmitt maður sér náttúrulega glansmyndina einhverjir að veðja og græði fullt af pening og svo erum við að heyra líka einhverja gæja sem að skulda 50 til 100 milljónir og þeir eru ekki orðnir 25 ára einu. Það er hræðilegt. En hvernig erum við að mæta þeim í dag? Peningarnir fara úr landi, við erum ekki að styðja þennan hóp af ungu drengjum nægilega vel sem á við mikla spilafíkn að etja og við munum ekki þessi staður uppi þrátt fyrir bannstefnuna. Já. Þannig að þegar fólk bendir á þetta og segir þú getur ekki að fara að leyfa þetta, ungi strákar þeir eru bara þvílíkir spilafíklar, og við segjum bara það er staðan í veruleikanum sem er í dag þar sem þetta er bannað. Og það er einhvern veginn aldrei tekið inn í myndina. Og sama á við alls konar aðra umræði þegar maður er sakaður að vilja einhvern veginn eyðileggja lýðheilsu þjóðarinnar með því að setja regluverkum netverslanir með áfengi eða annað. Þetta er í gangi, en það er bara spurning, ætlum við að leyfa þess að vera utan Íslands og staðan í dag eins og hún er, eða ætlum við að fá þetta til Íslands og verja kannski fjármununum frekar í að styðja þá betur sem þurfa aðstoð við áfengisfíkn að halda, af því að staðan í dag er að þú getur veðjað á 5 sekúndum í símanum en þú getur líka pantað þér áfengi 5 sekúndum í símanum. Er hægt að setja íþróttaskatt á þessa veðmálasíður? Eða þú veist í skatt, en ég hugsa náttúrulega íþróttaskatt. Og getur sett skatt sem er eyrnamerktur íþróttastarfi, til dæmis. Okay. Og þegar við sjáum að eins og með Getspá eitthvað, og ég var eitthvað graf onni í þetta, að það ágóðin er að minnka þaðan frá, til íþróttastarfsins. Og eins og ég sagði áðan að það er 1,5 milljarður sem að kemur frá ríkinu, en það er svona cirka 1,4 milljarðar sem að koma úr þessu. Þannig að Það gerist óhjákvæmilega þegar samkeppni verður meiri og þegar fólk leitar á erlenda síður og það gerist í fleiri veðmálastarfsemi, gerist bara við hluti sem við reynum að
einhvern veginn banna gegn því sem orðið norm í samfélaginu. Já. Og þó við viljum ekki taka þátt í því að ýta undir og ætlum ekki að ýta undir veðmálastarfsemi og viljum setja því skorður, Já. að þá það miklu vænlegra að styðja fólk sem á við erfiðleika að etja gagnvart því í umhverfinu og fá að því fjármagn, fá fjármagn til þess. Já, áhugavert. En svo eru til dæmis dæmi núna veðmál og leiki ungra barna, bara eitthvað 11 ára og maður hefur heyrt, einhverju sögur ellendis þar sem að glæpasamtök sig að taka yfir eitthvað sem veðmálafyrirtækjum og leikmenn eru að fá bara eitthvað símtöl, þú ætlar að skora sjálfsmark í dag eða eitthvað svona, er eitthvað hægt að gera eitthvað til þess að passa, umhverfi fyrir leikmenn og iðkendur, svo þetta hreinlega bara verður ekki hættulegt og þau getur bara iðka sína íþrótt svona óáreitt. Að sjálfsögðu auðveldar að hafa eftirlit ef síðurnar eru innanlands og ef þetta undir íslensku regluverki, það verður samt alltaf þannig að einhverjar veðmálasíður kjósa að vera erlendis út af kannski rýmra regluverki þar og ég held að þarna skipti forvarnir og upplýsingagjöf miklu máli en síðan það eitt bara þegar skipuleg brotastarfsemi farin að koma inn á þennan markað, þá það auðvitað á hendi lögreglunar og þar höfum við verið að reyna styrkja heimildir lögreglunar til þess að geta tekist á við skipulega brotastarfsemi í hvaða mynd sem hún er miklu víðar heldur en við áttum okkur á. Ok. Heyrðu, ég þá bara búið með yfirheysluna, en eitthvað sem þú vilt koma fram á svona í lokin? Nei, bara þakki til þín fyrir að halda svona öflugu podcasti og ræði íþróttamála svona mikilli þekkingu og ástríðu. Það bara skiptir okkur ótrúlega miklu máli að eiga fólk eins og þig sem setur íþróttamálin á dagskrá. Takk þér kærlega fyrir og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Gangið vel í kosningunum og vonandi áttu bara góðan afmælisdag. Takk fyrir það, vonum það. Takk fyrir að hlusta og mundu að mæta í klefan og kjósa. Í góðan dag.